Sportþátturinn mánudagskvöld með Gesti Einarsinni frá Hæli. Allt sem tengist íþróttum. Sportþátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Já, sportþátturinn með ykkur hérna þessu mánudagskvöldi. Það 29. febrúar fyrir þá sem að hlusta á viðtal eftir á. Ég kom með línuna körfubolta. Já, ég verða að kalla hann körfubolta sérfræðing því hann fylgist mikið með körfubolta. Ég hörði Tulnius hjá Karvan.is. Komdu blessa og sæll eða ekki? Já, blessaður. Hvernig hefur það? Ég hef það bara fínt. Það alltaf nóg að snúast hjá okkur hjá Karvan.is. Það náttúrulega nóg að körfubolta alltaf hjá ykkur orðið eða bara allt árið kring. Já, það stoppar aldrei. Nei. Þannig að, og það hefur væntanlega verið eins og þar síðustu helgi hefur verið nóg að snúast hjá okkur í bikarkeppninum. Já, við fylgdust með öllum leikjum og vorum með umfjallanir sem sagt alla þessa úrslitaleiki líka í yngreflokkunum og svo náttúrulega meistaraflokki aðal leikina. Þannig að við gáum þessu góðan gaum og fylgdust vel með. Já, en kannski ég ætla að byrja að segja svona merkilegasta úr körfunni kannski þessa vikuna, það var kannski þessi frábæri sigur kvennalandsliðsins á hérna gríðasterku liði Ungverjalandi. Já, tímanlaust. Þetta bara þetta ekki bara merkilegustu fréttir vikuna, þetta bara með merkilegri fréttum úr körfubolta, ég mennum hérna á Íslandi bara í mjög langa tíma. Þetta er risastór sigur, ég veit ekki nákvæmlega hvað er þetta staðsetja í samanburði við aðrar íþróttir eða þú veist, annað sko, en þetta Ungverjaland gríðarlega stór körfuboltaþjóð og þetta er firnasterkt körfuboltalið. Já, og það eru meðal annars, tveir leikmenn hérna sem eru Jarn Háar og Ragnar Nathansson okkar stærst Íslendingur. Já, það vantar einhverja örfásentinir upp á, sko, hún mann ekki hvað hann heitir, hún heldur 208. Já, nákvæmlega. Já. En þarna Ívar var einmitt í spjallinu á mánudaginn, hann sagði einmitt að það voru þarna leikmenn úr NBA-deildinni kvenna megin þarna úti. Já, það er ein stelpaðana sem mann ekki hvaða lið hún með, en hún sem sagt það sem kallar naturalized player, hún er komin með ungverst vegabréf og spila frá fyrir þeirra hönd. En ég er fædd í Bandaríkjunum. Já. En svona, ég ætla aðeins að fara erlendis áður en við förum í íslenska boltan. Það er nú einn maður sem er að gera allt vitlaust í NBA-deildinni, þessi Stephen Curry sem er alltaf að bæta met hérna í þristum og fleira. Já. Hann er bara ómennskur. Það er eiginlega ekkert orð yfir þetta. Margir vilja meina að þetta sé bara geimvera og þetta er bara eitthvað sem þetta er raunverulega áhægt að vera hægt, það sem hann er að gera, sko. En það er bara, hann er bara búinn að leggja á sig mikla vinnu og búinn að þjálfa sig allan upp í þessi ár sem hann er búinn að vera í NBA-deildinni. Ég las viðtal við styrktarþjálfarinn daginn sem hann segir að hann er bara búinn að leggja mikla vinnu á sig að styrkja sig allan upp og hann er margfalt sterkar heldur en hann var þegar hann kominn í deildina sem mann ekki nákvæmlega fyrir 4-5 árum með eitthvað. Og hann er farin að hann styrkir sig með það að markmið að geta tekið þessi löngu skot án þess að fyrir að breyta skotinu á neitt átt, sko. Þannig að það sem þú ert að sjá þegar þú sér hann taka skot hann 2 metra fyrir þetta virkastælinu, hann er bara að taka venjulegt stökk, sko. Hann er ekkert að breyta inn í neinu, sko. Þannig að það er í sjálfu sér ekkert þegar maður fer að spá í það, sko, þó maður hugsar út í það, 2 metri hluta þryggjastelinu og NBA þryggjastelinu notabenni, að maður sé að hitta 40-50% þaðan úti, sko, er bara absúrt, sko, þetta er eitthvað sem bara á ekki vera hægt, sko. En svo þegar maður hugsa, sko, þegar þú styrkir í sérstaklega upp í þetta að geta gert þetta, þá kannski bara, það gerir þetta bara ekkert svo óraunverulegt, sko.
En að horfa á þetta bara, þá gapir maður bara, þetta, maður skilur ekki, sko. Og all liðið að njóta þess, sko. Það allir að blómstra hann og það allir að, hann soða svo mikið að sér og þú veist, það svo erfitt að dekka þetta var þennan sóknarleikur að því að hann svo mikið flæði í honum, að hann svo mikið, oftin gengur svo rætt. Þú veist, þá að við sjáum kannski ekki svo mikið, það segja að vera að sína á netinu alltaf allar þessa þrista hans og allir þessi highlight á liðinu, sko, þá sjáum við ekki, þú veist, hvað boltinn gengur vel, þú veist, í svona kannski, ef þú skoðar heila sókna, að þú veist, þá kannski boltinn að ganga bara milli hotna, þangað til góða skoti fyrst, sko. Þannig að, þú veist, þetta er náttúrulega gríðarlega vel þjálfað lið og einhvers staðar þessi líka, að Steve Kerr, þegar hann tók við liðinu, þá leta hann bara æfa sendingar, bara algjörlega basic hluti. Og í gríðar bara dag eftir dag. Það er hundleiðilega ræðingar, sko. Þetta er að borga sig í dag, sko. Já, en kannski til þess að útskýra núna helgina þá voru þeir að keppa á móti Oklahoma sem fór í framleggingu. Já, hann tekur skotnæstin bara frá miðju eins og ekkert sér sjálfsæra og það er bara beint onni. Já, þetta er, sko, mann ekki, það var eitthvað fyrir vetur sem hann finnur að það er eitthvað verið að, þú veist, hann kemur upp með boltan og hann finnur að það kemur eitthvað aftan á honum og hann finnur stertingus og hann fleir upp boltanum í vonum að fá villu. Þetta er eitthvað fyrir vetur, sko. Og það var, mann eftir því að, þú veist, að Steve Kerr var svo dýllur þá, sko. Eða svona, það var svona bara, hann misst ekkert á blikuna, sko. En þá bolti rætaði onni, sko. Þannig að það var volítið að kvartið því, sko. Og það var einmitt svona eitthvað langt fyrir utan, sko. En málið ég held að, hann er bara farin að, hann er bara farin að stíla á þetta. Hann er bara farin að, eins og ég las í þessu heyrði af þessu viðtali að hann er farin að toga varnarmennina svo langt út að það er akkurat það sem að þeir hjá hann að Golden State vilja. Ég vilja bara að vörnin tegi sig fram og fari í hann svona langt út og það þýðir bara að annarkvort verðar að gera það eða pakka niður og ef þið pakka niður þá fá þið bara þrist í andlitið en ef þið fara út þá opnast það stíli teik, sko. Þannig að þetta er bara strategía. En svo er þess að spurning hversu lengi á þetta eftir að ganga, sko. Þetta hefur gengið rosalega vel eins og þess að í vetur og það er bara vonandi að það gangi haldi áfram. Ef það heldur áfram þá er ekki til stöðar þetta lið, sko. Ég held að þeir séu þeirra svona vest í óvinnu sjálfið, sko. En þá að öðru áfram erlendis vindar þú fóst út eða ekki og ég fylgdist aðeins með Martini Hermannsinni. Jú, ég kíkti í janúar, lenti í snjóbil og var á Manhattan sem var búið að loka allri umferð. Já, og var þetta þá svona íslensku snjór eða? Þetta var bara alvöru snjór, ég skal bara segja það hér með, sko. Ég hló nú fyrst að þessu, þau voru að tala að það væri að koma einhverja 12 tommur sem er eitthvað 10-20 centimetra að finna snjó og þá hlæði maður bara það er allir að tala að þetta sé, þú veist, það er alltaf að fara að vera vitlaust, sko, út af því að það kemur smá föl en svo þegar maður er þarna og sér áhrifin á borgarlífi, sko, þetta er meira en að segja, skilja, þetta er ekki eins og inni í bæða sem að þeir koma með tefil og saltagötnar og allt er gott, sko. Og þarna erum við að tala sko, þetta eru 2-3-4 breiðar, sko, þarna breiðstræti og þegar þú mokar, þú veist, þá bara ferða bara eitthvað stjætt, þú veist, og svo þarf bara að moka stjætt, þarna gangstjættina. Þannig að þetta hefur gríðarlega mikil áhrif á borgarlífið og svona, þetta er svona hansi lamandi að maður sá, sko. Þannig að maður svona fekk svona samúð með þeim svona að upplifa þetta allt saman. En svo sá maður þá bara að vera að keyra snjóin út í sjó. Það er eina sem ég geta gert, sko. En hvernig er svona álit á Martini Hermannsinni þarna eins og frá þjálfurum liðanna og svoleiðis þarna út í New York, veistu eitthvað, spurðir eitthvað til þar? Já, ég sko, hann náttúrulega kemur hann inn í fyrra og í
nánast þá var bara hvað ég var búin með sem var margir búin að útskrifast hann var bestu leikmennin skilur þannig að hann kemur þetta mjög ungt lið margir svona nýlegar þegar hann kemur þetta í fyrra og hann fer bara strax í leikið hlutverk í liðinu og hann það bara eins og hann bara vex með því öllu sem hann fær í hendur hann leysir það afskaplega vel og bætir það alltaf meira og meira þegar kröfurnar verða meiri en í dag á þessari leiktíð var hann bara gjörsamlega sprungið út sko. það er hann er að leiða liðið í mínútum og held að sé næst stigahæstur eða eitthvað þess hann er held ég að leiða liðið í stálum boltum eða hann er alltaf mjög hár í öllum flokkum sko hjá liðinu og hann er held ég í topp 15 eða 20 í Bandaríkjunum í vítanýtingu það er eitthvað fáránlegt sko. og þá er ég að tala bara allir skólar í fyrstu deild háskólabolta sko. þannig að hann er alveg að standa sig mjög vel sko. þannig að þessi leikur sem ég fekk að sjá með hann þá voru þetta þegar voru að mæta þetta Saint Francis sem er það sem að Dagur Kár og Gunnar Ólafsson spilaði á þar átti reyndar ekkert sérlega góðan leik en eftir þann leik þá bara sprakk hann út sko. það var bara hann átti ykkur tvo tapaða bolta í lok leiksins sem skipti miklu máli og hann hugsaði bara nú ætla ég bara ekkert að tapa boltanum neitt meira sko. og hann er bara basically búin að brilla og lítið sem ekki tapa boltanum og eins og sé væntanlega í fréttum það er alltaf verið að tala frábærleikur á Martin og þetta er bara svona, hann er bara að fara halda áfram brillur sko. ég sé ekkert annað í stöðinni sko. En með svona áframhaldandi er ykkur líkur jafnvel að hann geti farið í sem er drauminn náttúrulega allar körfuboltamanna í NBA-deildina jafnvel? Já, ég segi bara því ekki sko, þú veist það er ég ætla ekki að leggja fyrir hennar líkur á því sko, en ég rætti þetta við þjálfarana þann úti og ég spurði hann út í þetta hvað hann sjá í spilunum fyrir hann í framtíðin og hann sagði af hverju ekki þetta ef hann styrkir sig meira hann er vissist alltaf grannur og léttur en hann er kannski ekki eitthvað athletic og allir hinnir leikmenn sem spila hans stöðu en hann segir að ef hann getur styrkt sig mikið upp og bætt þessa hluti verið meira svona komist svona meira athletic og sterkur að þá er basically bara eins og hann sagði sky's the limit sko fyrir hann það er að því að hann segir að hann er með það gott sko IQ hann er svona gáfur körfuboltagáfur þær eru miklar og hann sér leikinn miklu betur heldur en allir aðrir sem er með honum í liðinu og hann er miklu svona þroskaðri leikmaður á vellinum heldur en allir hinnir þannig að þú veist hann er svona þannig sig komið með það forskot sko þó hann kannski að vant eitthvað upp á líkamlega sko. En svona rétt svo heima fyrir við erum svo körfuboltinn er svo skemmtileg íþrótt að maður getur talað endalaust um hana deildin er hérna heima þar eru það má segja að það séu svona línur að skýrast eða ekki fyrir úrslitakeppninnar Jú, ég hef ekki skoðað töfluna nýlega en jú, ég held að þetta sé nú svona nokkuð neginn að komast á nokkuð fast form sko, þetta er aðalega hvað áttundalið dettur inn sko svona hvort það sé hvað Grindavík eða Snæfell okkurlega en þetta er nú nokkuð höttur virðist alltaf að klóri bakkan þeir vilja ekki sleppa sætinu sínu ennþá og er að berjast þarna við sæti í deildinu á næsta ári ég held að toppsætið er nokkuð neginn tryggt ef ekki bara alveg, ég man ekki hvort þið væri búin að tryggja sig deildarmestri en ég er ekki kláraði en svo er þetta bara hvernig þetta raðast það er alltaf verður bara fórhættur sig á hverjum mæta hverjum sko En hörðu, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og það er náttúrulega allt inn á karvan.is
Já, og svo náttúrulega að nýjasta að Steinar, Ægir Þór Steinarsson er að fara til Spánar. Já. Já, þetta var að koma í ljós þetta var núna í fréttum á RÚV. Þannig að hann er komið með samning á liði í næstefstu deild á Spáni. Þannig að við bara óskum honum góðs gengis þar og honum bara vonast til að sjá ykkur áreik á stráknum. Þetta er vont fyrir íslenska körfubolta, ekki takk fyrir það. Það er búið að vera svo gaman að horfa á KR spila vegna þess að hann gefur í svona auka búst. Þetta er svo hraður og stökkur og greiðlega upplifur leikmaður. En já, bara stórt og gott tækifæri fyrir hann, sko, sem hann verður náttúrulega bara að nýta. Já, mun hann þá ekki vera með KR-ingum út leiktímabili núna, bara að fara beint út eða? Hann fyrir bara beint út, hann var vist bara með heimild til 5. janúar held ég, til þess að finna sér lið erlendis. Þeir eru oft með svona semja þessi landsliðsmenn þeir sem hafa verið erlendis eru semja við liðin í það heim og þá eru oft með svona klausa þegar ég segja ef við fáum tilboð fyrir einhvern ákveðin tíma og getum við farið út, sko. En það var þá frestur var útrunnin en KR allar ekki að standa í vegi fyrir honum að komast út. Þannig að hann fer bara beinustu leið. Þannig að þetta verður fróðlegt að fylgjast með þegar úrslitakeppnin er hafin. Algjörlega. Þetta mun hafa áhrif á KR, sko. Og ég sé nú ekki tilbúin að kveitundir að þetta sé eitthvað svona lífsættulegt fyrir þá, en þetta er væntanlega það þá bara að fara að stokka spilin upp á nýtt og bara hugsa leikinn á hann hátt, sko. Hörru Tulinius, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og þetta og meira til inn á karavan.is. Alveg tímalust. Bestu þakkir. Takk fyrir. Bye. Já, þá aðeins kannski að næstu leikjum byrjum í Dóminusdeild karla. Það eru heilum fyrir þá fimmtudaginn allir leikir korter yfir 7, Stjarnan Höttur, ÍR Snæfell, FSU Keflavík, Tindastóll KR og Grindavík Haukar. Og ef við förum í fyrstu deild karla þá er það núna leikir á fimmtudaginn klukkan 2 leikir eru korter yfir 7. Það er Hamar Þór Akureyri, Skallagrímur Breiðablik og svo klukkan 7:30 er það Fjölnir KFÍ og Valur IA og Ármann Reynir Sandgerði klukkan 8. Og ef við förum í Dóminusdeild kvenna þá eru næstu leikir, þá er allir leikinni korter yfir 7 á miðvikudaginn. Grindavík Valur, Keflavík Hamar, Snæfell Stjarnan og Hamar. Já, svo eru leikir aftur á sunnudaginn að mig minnir. Það var á miðvikudaginn næstu viku, þannig að það eru næstu leikir bara Grindavík Valur, Keflavík Hamar, Snæfell Stjarnan. Þannig ég byrst afsökunar á þessu. Var með vitlaust fyrir fram að mig. Og í fyrstu deild kvenna þá eru næstu leikir, einn leikur á miðvikudaginn Breiðablik Fjölnir klukkan korter yfir 7, svo er það á laugadaginn, þá er það klukkan 4:30 2 leikir, Þór Akureyri Skallagrímur og KR Njarðvík. Við ætlum að fara aftur í knattspyrnuna og á línuna hér eftir smástund er Gunnleifur Gunnlaugsson, landsliðsmarkmaður í knattspyrnu og Man City aðdáandi. Fylgstu með á Facebook Sportþátturinn mánudagskvöld með Gesti Einarsinni frá Hæli.